I care about you. Ég gaurinn með gítarinn. Bitches, hoes, people are pussy. I love the pussy people. Pussy for everybody. Sagði Chris Rock en hann lék rapparann MC Gusto í kvikmyndinni CB4 og sýndi þær fram á mikla kvenfyrirlitningu. Hann var afskaplega grannur og hefði þurft vítamín. En hvað femín? Öll könnumst við samt við femínista. En hvað það sem fær okkur til að vera svona hrædd við femínista? Erum við hrædd að stóri, ljóti femínistinn komi og steli einnota rakvélablöðunum okkar, taki klámblöðin okkar og ritskoði rappið okkar? Kannski það bara ég. Já, en þannig að ég enn og aftur að fara að reyna að tengjast ákveðnum þjóðfélagshóp og þetta skiptið það femínistar. Hópur sem ég hræðst svolítið mikið vegna kannski samband móður minnar og svona sárinda í fortíðinni og bara það að alast upp sem fáfróður karlmaður einhvern veginn og velkjast svona í lífinu og finna einhvers konu innra með sér og þú veist, vera ekki alveg viss hvað það þýðir og allt það, þú veist, þið þekkjum það? Já, er það? Já, ok. En það sem ég ætlaði að spyrja þig er svona, hvernig get ég tengst femínista? Sko... Í gegnum músík þá? Í gegnum músík, já. Og jafnvel spjall, sko. Ég get klárlega ekki minnst á Woody Allen eða Roman Polanski. Af hverju ekki? Geta femínistar ekki fílað pedófíla? Það er erfiðara með það. Nei, ég held sko þú ætti bara nálgast femínista alveg nákvæmlega eins og þú nálgast allt annað fólk. Bara af virðingu, skilurðu? Ég reyni það. Og sérstaklega eins og maður kannski nálgast fólk sem þú veist að með eitthvað vitneskju og eitthvað þekkingu sem þú ert ekki með og sem hræðir þig. Af því það svolítið augljóst að það í rauninni þitt ástand akkúrat núna, sko. Þú skilur ekki alveg hvað þetta gengur út á, hefur ákveðna fordóma gagnvart í þessuna og þessuna þú ert svolítið hræddur. Og það alltaf í lagi, skilurðu. En þá er sko frekar heldur en að fara að andmæla hlutum sem þú hefur engan skilning á, frekar að leyfa fólkinu sem hefur skilning á þessum hlutum að uppfræða þig. Þannig ég held að besta ráðið sem ég geti gefið þér væri bara, þegar þú ert að fara að hitta þessa femínista, að þegja og hlusta. Já. En þú auðvitað ferið ekkert sérstaklega vel. Þetta svolítið patronizing. Er það? Já, mér finnst það. Já. Ég vil taka fram, ég er ekki hræddur við alla femínista. Ég er ekki hræddur við karlfemínista. Nei, ekki þá sem eru minni heldur en þú. Ekki karlfemínista. Nei. Hvað er femínismi? Vá, hvað er þetta? Þetta er rosalega stór og erfið spurning. Ég get svara henni, viltu að ég byrji? Þú mátt byrja að svara henni, endilega. Ég las einhvers staðar í heimspeki, sko, ég var einu svona að læra heimspeki og las svolítið í því að femínisti var einhver sem að fyndist hallað á konur í gegnum söguna og hann væri tilbúinn að gera eitthvað til að breyta það. Það er svona mín skilgreining sem ég fæði. Ég held þessi góð hugmynd, sko, og líka þá leið og bjarga konu, þá breytur líka fyrir karlmenn, af því karlmenn eru líka fastir í ákveðnum svona kynjakerfi. Já. Karlmenn þurfa, nú þú verið dragdrottning sem dæmi, veit ég. Já, takk. Ég er bara að koma þér inn í viðtalið. Takk fyrir að vekja athygli því. Já, og þú veist, og með þessu kannski veitu karlmennum meiri tækifæri til að gera einmitt eitthvað þannig sem ekki svona hentar algjörlega kynja hlutverkið. Þannig þú vilt meina að femínismi, að hann virki jafn vel fyrir karla og konur, að þetta sé rauninni okkur öllum til bóta. Já, en femínismi þetta er fyrst og fremst fyrir konur. Það er fullt af svona karlmennum sem mér sem ætlar að skilgreina þetta nýtt, taka þetta yfir. Já. Það er eiginlega bara úlfur í söðu að gera oft, sko. En það er ekkert sem ég get gert. Ég get ekkert, þú veist, mála mig eða... Á ég að tala Julia Kristefu, poststruktúralista? Eða Simone de Beauvoir? Ég fór einu sinni niður í bæ, sko. Þetta er sko áður en að ég fer að aðhyllast einhverjum anarko-femínískum hugmyndum. Ég fór niður í bæ
og þetta var á Grímu, sem sagt öskudaginn. Ég klæddur sem prinsessa og ég fór inn á Mannsbar sem var þá, það sem á Ölstofunni núna, þá var það hommastaður sem hét Mannsbar. Og ég var klæddur sem prinsessa, í bara prinsessukjól og bara með svolítið sítt krullað hár og svona og bara mjög sætur og ég var áreittur allt kvöldið. Það var klipið það mikið í rassinn á mér að kjóllinn minn rifnaði. Þarna upplifði ég bara þessu hef ég aldrei lent í sem bara karlmaður. Þarna brotið á mér, þarna líkamleg mannhelgi mín rofin og það ráðist á mig, á líkam minn vegna þess hvernig ég og í rauninni ekkert endilega út af mínu kyni, heldur út af því hvernig ég presentera mig, í hvaða kyni ég presentera mig. Karlmenn nauðga. Það eru karlmenn sem fremja ofbeldisglæpi. Það eru karlmenn sem keyra mun oftar fullir. Það eru karlar sem stjórna heiminum. Það eru karlmenn sem ráða karla. Við köllum þetta ekkert feðraveldið út af engu, skiljum við. Við köllum þetta feðraveldið vegna þess this is a man's world og það að fæðast með tippi inn í heiminn bara, þá hefur við það mikið meira forskot, skiljum við. Og það einhvern veginn það sem ég held að feministar séu búin að átta sig á og það það sem fólk sem kallar sig feminista viðurkennir og tilbúið að andmæla. Já. It's a man's world! But it would be nothing. Nothing! Nákvæmlega. Without a woman. Það ekki? Já. Ég á eftir að hlusta á þetta, sko. Ég ætla að spila fyrst tónleikana. Eru þið með feministkan boðskap? Nei, þetta bara, þetta nefnilega allt öðruvísi, sko, heldur en það sem ég verið að gera með Reykjavík-dæturum og hljómsveit. Þetta svona bara persónulegt. Þetta ekki pólitískt, heldur persónulegt, en það getur oft verið pólitískt, kannski eitthvað hátt. Þetta reyndar, ég var að semja nýtt rapp bara daginn sem svona bæði persónulegt og pólitískt á sama tíma. Fjallar það, sko, að því að lögin mín með Katastrófu fjalla mestmegnis svona misjafnu samskipti við hitt kynið. Og ég búin að komast að því að það vegna þess að það valdaójafnvægi í samfélaginu og það speglast í samböndum. Þú veist, að svo lengi sem að það þetta misrétti, þá rosalega erfitt að ætla að eiga í jöfnum samskiptum í sambandi. Það auðvitað alveg hægt, en það alveg mjög mörg dæmi það að svo ekki. Svo sé ekki. Og já, þannig að Ertu með eitthvað dæmi þetta, það sem að... Bara þessi eltingarleikur að þú veist, strákar eigi að hafa, þú veist, þeir eigi að reyna við stelpunar, skiljur, þeir eigi að bjóða þeim á date, ef þær eru of ágengar, ef það hafa mikið yfir frumkvæði, þá eru þær despo, skiljur. Og svo, já, þannig að það svona eitt og svo þú veist þetta með... En það samt svolítið þannig með alla, sko. Ég hef fundið það bara með sjálfum mér, ef ég of mikið að reyna á einhverja, þá ég svolítið despo, sko. Já. Og þá það fráhrindum. Það getur verið það. Við erum líka með annan lag þetta, Reykjavík-dætur, leikinn, sko. Það sem einmitt kemur setningin, ekki taka frumkvæði því, það despo. Ekki vera töffari því, það lesbo. Ekki vera að mála þig, það alltaf versló. Vertu samt hressari en tvöfaldar espresso, let's go. Ég vil tæla þig, en ekki of mikið, þá mun ég fæla þig frá. Já, mér langar að næla þig smá. Skyndikynni eru ekkert mál en þá. Langar mér samt alltaf í meira, veit sem ekki hvað ég vil ég bara heyra, vá, blær, já, þú ert frábær, vil ekki hitta þinn, fokk, þetta er smábær. Konur virka einhvern veginn miklu betri. Við erum búin að vera kúaðar í þú veist, mörg 100 ár og halda það niðri og nú sjáum við bara svona, konur eru að fá sinn rétt aftur og þær eru að fara í háskóla og þær eru að standa sig vel og þær eru bara að bæta sig og við erum bara í sama rögluna og höfum alltaf verið og við erum ekkert að þróa okkur einhvern veginn. Við erum ekkert að tengjast konunni innra með okkur og við erum ekkert að þú veist, meðan þær eru að gera allt einhvern veginn. Já, það af því að það verið að empowera konur. Það verið að veita þeim og gefa þeim þetta vald sem við höfum búin að segja þeim í mörg 100 ár að það sé ekki með. Mér finnst óþolandi taktíkin að svara ekki. Ef maður sendir SMS eða hringir eða sendir Facebook message og það kemur sín en ekkert svar, mér finnst það alveg lágkúrulegt, sko. Og það er mín reynsla að stelpur, þær svara minnst mest. Þannig ég hef alveg reyni... En málið er að það virkar, sko. Þetta er bara pragmatismi hjá fólki. Já, það er það sem ég hata. Þetta er það sem strákar nota. Þeir nota þetta sem vald. Það er ekki bara strákar samt. Sko, ég hef alveg reynt líka að fara yfir á hinvöllin, sko, með stelpur og þær eru svo miklu þroskaðar í þessu. Þær svara bara og þær segja bara annarkvort já eða nei og þú veist, það er bara miklu betra. Þess vegna sendi ég þetta rapp sem ég ætla að flytja núna. Það er tilbúinn. Menn bara skemma mig, vil varast að brenna mig, augu farin að renna til, fagur að kanna, vil kenna mig við kyni sem kanna mig. Kanna annast mig, kannast við, annars stigs, tilfinningalíf og túrverki. Sérðu ekki, að misrétti, samfélag speglast í sambandi. Og svo kemur meira.
Þetta glæsilegt. Þetta minnir mig á Þetta er eitthvað, mjög bitist. minnir mig á eitthvað sem eitthvað feminismi talaði að sko hæsta form feminismas væri að gerast lesbía. Já. Og bara afneta Já, já, já. karlmönnum algjörlega. Ég er svolítið hrifinn af þessu. Þetta er hérna, ég horfði á einhverja svona heimildamynd listakonur í 60s, feminíska listakonur og það voru Já. fullt af konum sem bara fundu að þær gátu ekki verið í gagnkynhneigðu sambandi með jafnrétti í og gerðist, og þetta er svo mjög, þú veist, ég er alveg gagnkynhneigð en ég samt bara svona, þetta er lesbía af pólitískum ástæðum, sko. Já. En ég, þú veist, ég er alveg til, ég er alltaf að gefa strákum sens, ég er alltaf að gefa þeim sens, sko. En svo kemur það bara í baki á mér aftur og aftur og aftur. Þannig að... Þú hefur bara ekki fundið þér rétt. Nei, ég hef eflaust rétt. Svo hélt ég að ég hefði fundið hann rétt að núna daginn og svo... Komst staðan að horfa á klám? Nei, svo komst ég að ég átti kærustu. Þá sendi ég lagið Hendarvísa sem að verði frumflutt núna eftir. En ég held að þau séu að byrja, þau eru að kalla mig.